Rót afbrota liggur oft í samfélaginu sjálfu og í því hvernig einstaklingar mótast, ekki síst á unglingsárum. Ester Ösp Valdimarsdóttir rannsakar nú hvort stúlkum sé síður en strákum kennt að fást við reiði og að fá réttmæta útrás fyrir hana. Ester bendir á að þessi bæling geti valdið afar neikvæðri hegðun hjá unglingsstúlkum. Það þessi kenning drottningafluguna sem svo mikið í unglingsstelpuhópum. Að það yfirleitt ein sem stjórnar. Hún ræður hvað má ekki, allar hinnar tipla á tánum í kring og fylgja með. Og svo allt baktalið. Að þegar það vantar þriðju, að þá stöðugt verið að tala hana. Og svo þegar hún kemur inn en einhver önnur fer, þá henni sagt, þessi var að segja þetta þig, hvað finnst þér? Það þessi útrás sem kemur í gegnum það að tala niður einhvern annan. Og ég að athuga hvort það sé eitthvað tenging þar á milli, að þessi hópamyndun komi í kjölfar þess að stelpur séu ekki að fá réttmæta útrás fyrir sína reiði og sinn pirring. Ester segir að þessar hömlur á útrás geti skýrt hvers vegna tíðni þunglyndis, kvíða, ádröskunar og sjálfsbindingar hvata eykst umtalsvert meðal unglingsstúlkna á tilteknum aldri en stendur í stað hjá drengjum. Mýturnar auðvitað voða mikið það. Strákar eru bara strákar, strákar verða að fá að vera með læti og hafa útrás, en gagnvart stelpum þetta meira svona haltu kjafti og vertu sæt. Og góð stelpa og frambærilega stelpa ekki með læti, hún ekki með hamagang. Annars sýnir hún það að hún geti verið að koma frá slæmu heimili ef hún ekki prúð. Ester segir að einelti sé ein alvarlegasta afleiðing þess að stúlkum sé gert að bæla reiðina. Partur af því sem gerist þegar þú ert með mikið innbyrði reiði sem þú fær ekki útrás fyrir að þú ferð að stjórnast með þá sem í kringum þig og það sem getur komið í kjölfarið af því dulið einelti sem mjög algengt hjá unglingsstúlkum. Rafrænt einelti nýtt form eineltis þar sem netið og farsímar eru notaðir til að birta niðrandi og ærumeiðandi upplýsingar. Rafrænt einelti viðfangsefni Helgu Lindar Pálsdóttur. Það sem kannski svolítið öðruvísi við þetta og hefðbundið einelti eru nokkru þættir og einn af þessu að þú fær aldrei skjól. Þú veist, fórnarlömb geta ekki farið heim til sín inn í herbyggi þar sem þau fá skjól fyrir gerendunum. Heldur hægt að senda fórnarlömbunum skilaboð endalaust. Þau eru með síma við hliðina á koddanum, þau eru allt mópið á Facebook, það Formspring og það hægt að senda beint inn í herbyggi til viðkomandi unglings og það saman þótt að hann slökk á tölvunu, það ennþá hægt að senda á hann. Það einhvern veginn ekkert skjól fyrir þessu, það hvergi hægt að fela sig. Og svo líka annað að þetta dreifist á alveg gífurlega miklum hraða sem að unglingar gera sér ekkert endilega grein fyrir. Þau kannski ætla að gera eitthvað einu sinni, setja eitthvað fyndið, kommenta á Facebook, en þá kannski eitt komment á Facebook orðið að 30.000 áhorfendum eftir 2 daga. Rannsóknin sýnir að unglingar þurfi aukna fræðslu rafrænt einelti og jafnframt að nafnleyndin sé ein helsta ástæða þess að unglingar lendi í eða taki þátt í slíku einelti. Nafnleyndin hefur einnig í för með sér að erfitt að takast á við rafrænt einelti og afleiðingar þess. Nafnleyndin eitt aðaleinkenni og aðalmerki rafræns eineltis. Fullorðið fólk á svolítið möguleika á að sjá hefðbundið einelti gerast. Í rafrænu einelti munum við aldrei sjá það gerast af því að þetta í símanum, þetta í tölvunum og þetta á þessum prívat stöðum unglinga. Þannig að það ekki fyrir unglingandi sýna okkur þetta og koma með símanum sinn og sjá það hvað að gerast að við fáum eitthvað að vita þetta. Og það svo erfitt fyrir okkur að takast á við þessi fullan aðila af því að við vitum ekkert af þessu.